Góðan daginn, kæru vinnir, og ég heilsa ykkur í Jesú nafni. Jesú nafnið er nafnið sem blífir og það blífir hjá okkur trúaða fólkinu og getur gagnast öllum mönnum jafn vel. Ég er bara einn vitnisburður gagnsemi Jesú nafns og þeir eru fleiri til og þú eflaust hefur heyrt einhverja af þeim. Jafnvel þú sem ekki pælir mikið í Jesú og þá heyrirðu líklega alls konar frá trúuðu fólki sem þú kannski skilur ekki alveg. Og af því að þú finnur ekki þetta sama, og það er eðlilegt, það sem ég og þú þurfum er heilagur andi, og heilagur andi einn gerur okkur kleift að finna sama, þannig að við getum talað saman trúmál, en þú gerir það ekki við fólk sem á ekki til heilagan anda, með allri virðingu fyrir þessu fólki. Það er ekkert verið að tala neitt það, en þetta er annað sem býr í kristnum mönnum og konum. Er það vandi? Það er ekki vandi. En þetta er eitthvað sem Guð gerir, hann gerði þetta svona. Hann segir sjálfur, og skilningurinn á því dæmi kemur eftir trú, ekki fyrir trú. Hann segist vera með annan heim, heldur en heiminn sem við fæddustum inn í. Hann býr til eitthvað nýtt. Og það merkilega við það er að þetta nýja í raun og veru getur þú upplifað en aðeins sem gjöf frá lifandi Guði. Og þetta nýja það upplýkst í þínu lífi, prívat lífi, þegar að heilagur andi er komin eins og vorum að tala áðan. Og með honum kemur alltaf trúin, myndu það. Trúin kemur alltaf með heilagum anda. Þetta starfar 100% saman. En trúin er komin og þú ert náttúrulega búin að átta þig á strax einu allavega að Guð er raunverulegur. Hann er í raun og veru áþreifanlegur þó hann sé það ekki, því hann er ósýnilegur og hann er andi. Og þú getur ekki þreifa neitt á anda, en hann verður samt raunverulegur fyrir þér vegna þess að einhvað innra með þér í hjartanu hefur byrt þér þennan sannleika. Sannleika segi ég, af hverju? Fyrir sjálfum þér og sjálfri verður þetta sannleikur og ekkert annað og þú veist það jafnvel og ég, að við vitum sumt, og ef við værum spurð það hvernig við vitum þetta, þá segjum við bara við vitum þetta. Við höfum eiginlega engar skýringar á því þannig séð, en vitum að við vitum þetta, eins og með trúna. Þú veist að trúin er raunveruleiki og trúin hefur sannfært þig það að Guð sé raunveruleiki. Hvernig hann ætlar að útskýra þetta fyrir vantrú? Það er ekki hægt. Þetta er bara ávísun og þrætur og rifrildi. Aftur komum við að því, í byrjuninni var sem að þú fæðist inn í þennan heim sem við öll erum í, og svo kemur drottinn inn í þá mynd og segir, ég hef annan raunveruleika fyrir þig. Það sem ég hef er nýtt fyrir þér. Og hann sér það sem hann vill sjá að því leyti til og gefur þeim þetta sem þarf, og þeir sjá að þetta er nýr raunveruleiki, þetta er annar veruleiki en þeir áður voru í. Og hver er munurinn? Hann er bara eins mikill og hægt er að hafa hann. Lýstu fyrir mér muninum á svörtu og hvítu. Ég hættur að vefjist nú eitthvað fyrir þér að gera það. Sama er þegar þú kemur yfir til Jesú, þá ertu í raun og veru komin á hvíta spjaldið. Og það er alveg raunveruleiki fyrir þér. En erfitt að lýsa því jafnvel fyrir sér sjálfum og því þó öðrum. Og alls ekki fólki sem á enga trú. Aftur segjum við það
að þetta er sagt með fullri virðingu fyrir öllu fólki og það er ekkert verið að tala neitt um það, en við erum að benda hér á veruleika sem því miður hefur vafist fyrir fólki, eða ekki því miður, það bara er svoleiðis og það er eðlilegt að þú veist málið eitthvað aðeins betur, sem engum manni er gefið að skilja af sjálfum sér. Af sjálfum sér. Hvað merkir það? Til að skilja þarftu að fá það sem gefur þér skilning á þessum atriðum. Hann kemur, hann er utanaðkomandi gjöf sem kemur og hjálpa þér við að takast á við þetta nýja og ég lofa þér því að þetta nýja sem þú ert í verður glímuefni þitt með trúnni til að halda þér inn í. Heimur og hold mun alltaf tókast á við þetta í þér. Heimur og hold vill fá þig út í gamla farið, en þetta nýja krefst síns, en það er ekki skipandi afl. Hitt aflið er miklu, miklu ágengara og það munum við sjá þegar við förum að ganga, hvað hold og heimur er miklu, miklu ágengari við okkur. Eina sem að bjargar þessu nýja í okkur er að við höfum fengið að kynnast í og snerta á því hvað þetta er í raun og veru gott fyrir okkur að vera þar. Við höfum ekkert viðmið þannig séð. Við þekkjum heiminn og þegar við horfum á hann þá sjáum við í raun og veru ekkert nema ljótleika, alls konar mistök, bombertur, alls konar, tjón, alls konar og allt þetta. En þú ert ekkert með þetta í þessu nýja, það sem Drottinn er. Það er allt fast og geirnelt. En þetta er kennslan, hún felst í þessu að þú svona komir auga á það sem Drottinn hefur handað þér. Og hann býr til alveg heilmikið í kringum það allt saman sem að við vitum vel af, erum óburðug í að framkvæma og eitt af þessu sem að við þurfum á að halda í Guðsríkinu, það er þolinmæði. Við vitum alveg að fólk vill eiga þolinmæði og hve oft höfum við ekki heyrt að fólk er svona að mæðast yfir því hvað það sé óþolinmótt, hver kannast ekki við þetta. Þetta fylgir okkur öllum. En hinum megin við þetta línuna á hvítaspjaldinu, ef svo má segja, þar förum við að vilja taka við svona. Því að kennslan og gangan og fræðslan í orði Guð hefur oft bent okkur á þessa þætti og við smátt og smátt, örugglega, förum að líta á þessi atriði sem kost í okkar lífi, ekki ókost. Getur verið að við höfum kannski gert það áður og þess vegna stukkum við alltaf fram fyrir allt þess að rædda öllu og svo náttúrulega hrundi allt. Svoleiðis er þetta ekki Guðs ríki. Því að hann einn er herra yfir sínu ríki. Og hann er með plan fyrir þitt og mitt líf sem er öruggt plan, pottþétt plan fyrir mitt líf. Í þessu líka felst kennslan að hún vill sannfæra okkur þetta og svo margt annað líka. Þannig að við sjáum að kennslan, réttgerð og rétt uppbyggð byggir ákveðin grunn sem með tíð og tíma eykur okkur skilningin á hvers vegna við þurfum á þess að halda. Við nefndum áðan þolinmæðina og rétti hann upp hendi sem lítur á þolinmæði annað en góðan kost í fari mann og kvenna. Hann er ekki til og hún er ekki til. Það vita allir kosti þess að vera þolinmóð manneskja. Með öðrum orðum,
þolinmóð manneskja getur beðið ögn lengur. Ég veit það ekki, það getur vel verið einhverju lítið á þetta sem veikleika og allt saman það, og það er svo mikill sprettur á okkur stundum að það er nú til hreinna vandræða oftast nær. En þetta er ekki það sem Drottinn er að bjóða. Bíddu, segir hann. Af hverju segir hann þetta? Við erum að tala um það hér. Hann er að byggja upp í okkur þolinmæði. Bíddu. Og ég get lofað þér því að þú munt komast á þann stað þar sem að þolinmæðin bara er tekin við og þú veist einhvers staðar innra með þér að þetta kemur en þú veist ekki hvenær. Það er einmitt á þessum stað að óþolinmæðin stekkur fram fyrir þolinmæðina og við hlaupum með henni. Við getum ekki beðið lengur. Við höfum mörg dæmi þetta í Biblíunni, þar sem menn stukku fram fyrir þolinmæðina sína, gátu ekki beðið lengur og fóru eða gáfust upp. Það er nú algengar að menn fari vegna þess að þeir gáfust upp. Fyrsta dæmi líklega sem við sjáum þar er þegar þeir fóru inn í loftstofuna og biðu hræringar eða biðu eftir einhverju sem Drottinn ætlaði að gefa. Hann sagði kannski ekki upp á dag hvenær það kæmi, en hann sagði þeim að bíða þar. Og þeir biðu. Þeir voru eitthvað hátt í 500 sem byrjuðu að bíða þar. Og svo biðu þeir og vikurnar liðu var það ekki. Og það fór einn og klórastur í hausnum og nennir þessu nú ekki, þessari þvælu. Og það fór að tínast úr hópnum. Ég veit ekki, mann ekki hvað þeir voru lengi þarna. Þeir voru allavega einhverja daga, nokkra vikur held ég. En það fór að rjáttlast tínast úr hópnum sem nennti ekki að bíða lengur. Þetta bara væri tóm þvæla. Og svo þegar andinn var gefinn, allir þessi sem voru þarna til að byrja áttu að fá andan. En bara minni hlutin af fólkinu gat beðið. Auðvitað var þeim ekkert farið að lítast á þetta þegar dagarnir bara liðu og það gerðist ekki neitt. Það er að skilja það. Og maður spyr á móti, af hverju heldurðu að þú þurfir trú? Af hverju heldurðu að þú þurfir alla þessa athygli orðsins til því? Af hverju heldurðu það sé? Það er út af svona hlutum. Og svo gerist þetta, sem Drottinn var búinn að tala um það við að myndi gerast, en þeir vissi ekki tíman og ég veit heldur ekki tíman. Og það eitt og sér kallar á þolinmæði mína. Ég þarf þolinmæði, ég get ekki gefið þér mína þolinmæði. Ég get sagt þér að byggja hann upp í þér og þú verður að gera það eða þá gerir það ekki. En hvað er það? Þeir eru orðnir eftir eitthvað innan við 150, var það ekki? Eitthvað í kringum 150 manns. Og þeir sem voru fylltust á sömu sekundu heilugum anda og töluðu tungum, það er sagt frá því. Það er tungutali gefið, það kemur strax. Og þeir sjá Krist alveg nýjum augum. Með þessum anda, og þetta gerist enn, með þessum anda kom kraftur heilags anda. Við sjáum það Pétur sem var skelfdur, búinn að vera skelfdur ábyggilega lengi og lafhræddur eftir krossfestinguna og því ekkert er að fara og kannski þorði hann ekki út, hann hefði kannski farið en hann bara þorað út, en hann þorði ekki út eða varð eftir. Fyllist heilugum anda þegar andinn er gefinn, húsið fylltist veggi á milli, menn urðu varið við eitthvað inn í þessu húsi fyrir utan, það voru einhverjar skruðningar og einhverjir gauragangur hann inni sem var bara þar. Og hvað gerist? Pétur, sem var hræddur, við sjáum þetta hjá Pétri, við sjáum
þegar að búið var að handtaka Krist og Pétur afneitar drottni sínum, ekki einu sinni, ekki tvisvar heldur þrisvar, og af hverju gerði hann það? Liggur það ekki fyrir? Það var af hræðslu við fólkið. Þannig að hræðslan hún bjó í honum, sem síðar var einn af okkar allra mestu og merkilegustu guðsmönnum. Hvað það? Hann sem sagt er þarna einn af þeim sem að fyllist heilugum anda. Hann fekk ekki meira af andanum heldur en allir hinir, það fengu allir jafnt. En hann steig fram í köllun sinni, eins og drottinn sagði, á þér mun ég byggja kirkju mína. Hvað getur vel voru hann hafi stigið út í þessum krafti og þessari vissu. Stígu fram á svalirnar og það grúi manns, kannski hefur grúin safnast að þessu húsi vegna þessara atburða sem það varð vart við en vissi ekki hvað var. Og þeir sögðu, héldu þeir væru bara á fyllir í þarna kallarnir og kannski voru þeir eitthvað valtur á fótunum. Það stundu gerist það nú ef heilagur andi kemur með krafti yfir þá bara skjögur að menn á löppunum eins og drukknir menn. Kannski var hann þannig. Og hann talar líklega sína fyrstu predikun og kannski fyrstu predikun sögunar, já líklega fyrstu predikun sögunar. Og gerir það í krafti andans. Við vitum framhaldið. 3000 manns af þeim sem voru fyrir utan fylltust trú af því sem að Pétur talaði. Sjáum við ekki skilaboðin sem við fáum? Við þurfum að tala orðið. Pétur gerði það og þá voru ekki bara 140-150 manneskjur sem voru frjálsar orðnir í Jesú nafni. Þennan sama dag, bara fljótlega eftir að atburðurinn í loftstofunni gerist, hafa bæst við 3000 manns, takk fyrir. 3000 manns. Þannig á þessu andartæki, nokkru mínútum eftir þetta gerist, tala kristinna manna orðin á 4000, takk fyrir. Og það sem átti sér stað í loftstofunni þennan dag og krafturinn og aflið sem leystist úr læðingi þar, þetta allt til staðar. Þetta allt saman ábending til mín og þín okkur allra að fylgja orðinu númer 1, 2 og 3. Byggja upp fólk út frá orðinu númer 1, 2 og 3. Því ef þú lest meira út frá þessum stað, loftstofunni, sérðu að fljótlega fer alls konar að ganga á hjá þeim. Og Páll segir á einum stað, og Páll uppi svona á þessum tíma og kemur inn á þessum tíma, hann segist furða sig á því hvað þeir fljótt snúið sig frá því sem hann hafði sagt. Þannig við sjáum að við sjáum hérna vandamál strax í söfnuðunum að þessu leyti að menn eru orðnir svona eitthvað þreyttir strax og við könnumstu við þessa þreytu. Og við könnumstu við það hvað við erum fljót að svona yfirgefa svæðið okkur á stöðu. Af hverju yfirgefum við svæðið okkur á stöðu af öðru en þreytu? Ekki það að við viljum ekki þjóna Guði, en það þreytan og já, svona þessar innri barátta endalausa sem rekur okkur frá. Og svo þarf ekki nema einn þegar við erum komnir á þennan stað til þess að horfa á okkur eitthvað einkennilegum augum. Þá er bara ok, ég hættur þessu.
En þannig nú það allt saman að þarna kemur inn annað atriði sem rosalega mikilvægt. Og það eiga þess að þrautseigju. Veistu hvað þrautseigjan gerir? Hún færi til þess að setjast á þetta og halda áfram þrátt fyrir. Og þrautseigja kemur að því að þú ert að byggja upp þína þrautseigju. Og veistu hvernig þú gerir það? Segjum að þú sett búin að vera alveg skelfilega þreyttur og leiður og leið og allt saman það. Og einhver kemur sem horfir eitthvað hvasst á þig, sem hingað til ragði út. Veistu hvað gerist í þrautseigju? Aha, ég ætla samt að standa þetta af mér. Og þú stendur þetta af þér og veistu hvað gerist? Eftir einhvern tíma, stuttan væntanlega, þetta allt komið í sama farveg og það var, sem sagt í þann farveg sem var svo góður. Þannig þetta bara hringur. Og einu stað lokast hringurinn. Með öðrum orðum, allt orðið eins og það var. Ég að tala gott, ekki vond. Það auðvitað til eitthvað sem að loka hringnum sem að setur þið bara á sama stað, vondan stað. Við erum ekki að tala það. Við erum að tala góðan stað sem við vorum á, alveg full af eldi og gleði og fögnuði yfir því að þekkja drottinn. Svo fórum við að þreytast og svo verðum við konum með sjálf okkur í svoleiðis sjálfsvorkun að það má ekki, maður verður að passa sig á því að horfa rétt á fólk. Það var það bara farið. En ekki núna. Þegar þú fórst loksins í það að byggja þetta upp í þér sem var svona veikt. Þrautseigjan kom upp og þú sagði blessuð margt. Til að mynda þunga, þreytta, ásakandi augnaráðið að þínu mati. Auðvitað þetta kjaftaði og vitleysa. Sumt fólk á þessum stað. En það getur komið sér burt af þessum stað, en það gerir það ekki. Án þrautseigjunar. Þetta voru þeir líka að reyna. Allt þetta voru þeir að reyna. Við vitnum áðan í Pál sem sagði, mér furðar það hvað þið eru fljótað snúast að sveif með ykkur öðru heldur en ég verið að tala eitthvað í þeim dúr, ég man ekki alveg hvernig þetta er. Þetta enn að gerast. Þetta enn á sínum stað. Það allt á sínum stað. Og áréttingin og kennslan sama. Byggjum okkur upp í orði Guðs. Þá fer ýmislegt að styrkjast í okkur. Og þú munt sjá það, ég bið Guð að sýna það, því að það er svo mikilvægt að sjá þetta sjálfur. Að þú hefur orðið, þolinmæðin þín hefur aukist. Og það er ekki léttvægt atriði, mundu það. Þrautseigja þín orðið miklu meiri en hún var og það er heldur ekki léttvægt atriði. Það er mikilvægt atriði. Og alls konar svona tilfinninga sem þú ert að smátt og smátt að byggjast upp í, með öðrum orðum, að byggjast upp í þessu gerist að því að þú ert að ná betri tökum á þessum þáttu. Þetta er allt til staðar og fer aldrei frá þér. En ef þú byggir þetta rétt upp í orði Guðs, þá ertu búin að fá meira vald yfir þessu. Og í þolinmæðinu segiru, þetta kemur. Ég vona að ég þurfi samt ekki að bíða mjög lengi. Við megum alveg segja þetta. En þetta er ekki að taka fram í fyrir hendurnar á þolinmæðinu. Óþolinmæðin gerir það nefnilega. Og þrautseigjan færi til þess að halda út. Þráttur einhver brúnaþungur horfi einhvað einkennilega á þig. Ég tala svona að við vitum að þetta er sannleikur í sumum tilvikum. Þannig það er ekkert verið að fara með neitt staðlausa stafi hér. Stundum er fólk ekkert nema hégóminn. Og það er gott fyrir okkur öll að vita af þessu,
bæði mér og þér, að því að ef við vitum meira fólk, erum við betur í stakk búin að umgangast fólkið með réttum hætti, að því að þetta í raun þekking, að komast á þennan stað að sjá fólk svona, og við þurfum ekkert annað auðvitað en að horfa á okkur sjálf. Stundum erum við þetta ofur viðkvæma fólk. Og það í raun og veru má ekkert segja þannig séð. Og eitthvað er sagt að þá bara viljum við fara. Og hver þekkir ekki þetta? Við sjáum, Drottinn er að sýna okkur það núna utan hvað við þurfum að byggja. Það er þessi þættir. Orð Guðs hefur það. Páll sá það og sagði það. Mér furðar að þið svo fljótt hverfið frá og svo framvegis. Hvað er hann að segja? Haldið ykkur við orðið. Og þá gerist ekki svona. Við sjáum hvað orð Guðs er rosalega nákvæm og annað hvað því er rosalega andum okkur. Þetta er ekkert annað en væntumþykju og elsku sem að Páll segir þetta. Og orðið segir þetta. Þannig að orðið er aldrei óvinur minn. Það verður alltaf vinur minn og Guð gefi að svo verði áfram. En ég og þú og við öll þurfum að komast á þann stað að orðið sé þessi vinur okkar. Vinur okkar. Og hver ræður því? Eins og alltaf áður, þú og ég. Því að við ráðum sjálf á hvaða stað við setjum okkur. Höfum okkur. Við ráðum því sjálf hvort við séum óþolinmóðar manneskjur með bara nokkra sentimetra til af þolinmæði. Og þeir eru fljótir að vinnast upp, þessi sentimetrar, að þeir eru svo fáir. Og hvað gerist þá? Óþolinmæði stekkur fram fyrir og grípur fram í hendurnar á þolinmæðinni. Og þá eru við konir með þeim mönnum og konum sem að yfirgáfu loftstofuna, var sagt að bíða, en yfirgáfu loftstofuna, það var ekkert að gerast. En það gerðist samt það sem að Drottinn var búin að boða, og þeir sem þraukuðu, upplifðu það sem veruleika. Og við upplifum þessa stund sem veruleika í okkar lífi, því að þannig byrjaði þetta allt saman. Þetta er upphafið af því að minni frelsu. Það var það sem gerðist þetta í loftstofunni, því að þá fóru þeir sem voru þar strax að vinna. Var það annað en verki á Pétri þegar að hann stíð út á svalirnar og hélt sína frábæru ræðu. Ég veit að það eru fleiri en ég sem þið vilja heyra þessa ræðu. En það er víst ekki hægt. En þarna var fyrsta predikunin stett fram. Við sjáum nú aldeilis árangurinn á því. Og þetta er bara kennsla það að orðið þarf að talast. Og frá hverju? Hver talaði orðið í upphafi? Ég meina þarna í loftstofunni. Pétur. Þú, ég. Við erum uppi núna. Hann er ekki uppi núna. Við erum uppi núna. Og við erum með sama hlutverk og Pétur. Páll og allir þessir menn. Frábæri menn. Af hverju? Af því að Drottinn sjálfur var búin að undirbúa þetta allt. Hann var búin að gera veginn færan. Það voru einhver hindranir lengur á þessum vegi. Hann ruddi þeim öllum burt. Eyddi þeim. En svo kemur tilfinningabúnti ég og þú. Og við erum alltaf að slást við þessar tilfinningar. En höfum leið inn í þær til að beisla þær. Það heitir orð Guðs. Við höfum hjálpar hann í hjartan okkar. Hann heitir heilagur andi. Og við vitum að heilagur andi er beintengdur lifandi Guði. Þríeinum Guði. Hann er einn af vafningunum þar. Og hvað er þetta afl? Í hjartanu þínu. Þannig að þú þarft ekki að fara upp í himinin til að sækja þetta. Þetta er náttúrulega vonlega hvernig að ég komast upp í himinin maður og sækja Krist. Þú þarft ekki að spyrja að þessu. Þú bara ferð
inn í, já, bara kalla fram trúna þar sem þú ert. Og undur og stórmerki gerast. Já, fyrir þínar skjálfandi hendur. Drottinn er ekkert að horfa á þær. Hann er að horfa á trúna þína. Og hann segir, núna skaltu leggja hendur við þess að manneskjum verður heil. Og þú kannski kemur alveg örugum að ekkert gerist. Það er allt í lagi. Þetta snýst ekkert um þig. Þetta snýst um Krist. Maður hún að gera þetta í trú. Þú gerðir þetta í trú. Þetta var svona samt hik í þér. Það er allt annað mál. Sjáu ekki hvernig við erum að reyna að einfalda þetta sem við erum að gera. Taka af all þessa sem við höfum hengt á sjálf. Taka þessa póka af, öskupóka sem við erum búin að hengja á trún út allt og vera að henda þessu bara. Það er ekkert gagn af þessu. Þetta er bara tafsamt að vera með þetta. Akkur haldið þið að Drottinn segi aftur til orðsins? Nú þú veist að hann segir þetta. Akkur haldið þetta sé? Aftur til orðsins. Og hvað getur gerst ef við förum aftur til orðsins? Við kannski göngum í gegnum helling af einhverjum byggingum sem við erum búin að byggja sjálf, sem að Drottinn bauð aldrei og sagði þetta á ekkert að vera þarna. Og við förum í gegnum þetta allt saman og svo komumst við í orðið. Og byrjum aftur að nema úr orðinu. Svo lítum við tilbaka, þá er allt þetta allt farið. Það er horfið, það er ekki lengur fyrir okkur. Og við höfum gert okkur einfaldari trú en áður var. Og þannig vill Drottinn að þetta sé. Hann vill líka gefa okkur hugsunum það að hann er búinn að vinna allt verkið. Hérna er verkið mitt, lærið það, ég hjálpa ykkur við það með heilugum anda, segir Drottinn, og gera þetta eins og ég gerði þetta, og ég mun líka hjálpa ykkur við það fyrir minn heilaga anda og ykkar trú, segir hann. Svo verðum við að leggja hendur og einhvern alveg pottitur og ekkert gerist, það kannski gerist ekki neitt, en við fórum þó í að gera það sem Drottinn bauð okkur. Það er sigurinn í það skiptið. Og við megum líka trúa því, það er nú eitt sem Drottinn hefur gefið mér og ég þakkláttur fyrir það, að það sé sem sagt árangur af því sem við erum að gera, ég sé hann ekkert. En það er langt síðan ég komst á þann stað að segja, það skiptir ekki máli. Ég trúi því samt að gagn sé að. Þetta er ekkert komið frá mér, þetta er bara það sem Guð gaf mér. Þessa vissu og marga aðra vissu hefur hann gefið mér líka. Eins og ég oft talaði þá veit ég hvar ég stend í Guði. Það var mikil uppgötvun fyrir mig og ég veit að það verður ekki minni uppgötvun fyrir þig, hafur hann ekki þegar. Guð gaf mér þetta sjálfur og styrkti mig alveg óskaplega mikið með þessu á þeim tíma. Því get ég lofað þér. Af hverju? Af því ég er að leita Guðs. Ég er í samfélagi við hann og það er ávöxtur af því að vera í samfélagi við lifandi Guð. Það er hreinn og tær ávöxtur af því og ekkert minna heldur en ávöxtur. Við viljum ávöxt. Við elskum ávöxtin, ég veit það. Og við getum fengið þennan ávöxt, hreinan og tæran, af því að við erum að setja eitthvað hreint og tært sáðkorn ofan í moldina. Og hvað er þetta hreina, tæra sáðkorn? Það eru orðið Guðs. Við sjáum að við getum á engan hátt aðskilið lifandi Guð frá því sem við erum að gera. Það er ekki hægt. Þetta er eitt af því sem að einfaldar trúna mína að eiga svona hugsun. Aftur til orðsins, sagði Guð, eins og við vorum að tala um áðan. Og við tökum ákvörðunum að fara nú aftur til orðsins að fara að skoða það. Og við göngum í gegnum alls konar drasl að þessu orði að við erum búin að koma með því upp sjálf.
Akkur tala ég svona, því Drottinn sýndi mér þetta meðan ég var að tala þetta út. Að svona verið þetta. Sjáuð ekki að orðið er skemmtilegt líka og það er gaglegt, alveg fram úr hófi gaglegt og við bökkum aldrei með það sem þekkjum til orðsins að svo sé. Þess vegna getum við ekki kennt nema þá kennslu að við notum orðið meira heldur en minna. Og leggjum niður frasana sem hafa fylgt kristnumönnum allt of lengi, tökum bara upp hreint orð. Akkur viljum við þessa frasa? Það sé nú ekki bara í grunni það að við erum að hlífa okkur sjálfum. Við veitum alveg að það getur ýmislegt gerst ef við erum að tala þetta orð. Er það ekki svo að þessi frasakensla, er hún ekki svolítið bara að fara eins og köttur í kringum heitan graut? Kjarnin er þarna rétt hjá, ef við erum svona sneiða aðeins fram hjá honum. Erum við ekki bara að hlífa sjálfum okkur þegar við gerum þetta? Já, ég velti þeirri spurningu upp, jú. Það er ekkert verið að biðja okkur um það. Drottinn er sá sem hlífur okkur. Við verðum að muna hvað hann sagði. Hann er vernd okkur að verja, skjöldur okkur og hlíf. Af hverju? Að við stígum fram með það sem hans er, þá getum við þurft á þess að halda og hann er þetta. 100%. Með öðrum orðum, þá er það mikilvægt fyrir bæði mig og þig að við sjáum Drottinn eins og hann er. Og hann er þetta. Og svo miklu meira af þetta. En hann er þetta. Við höfum þessar frábæru myndir úr Biblíunni. Við tókum mynd af loftstofunni. Við tókum mynd af fólki hátt í 500 mann sem byrjaði. Við tókum aðra mynd af fólki þegar að þessu koma þá voru þeir eitthvað 150 talsins. Talsverð fækkun í hópnum. Og með þessum 150 mönnum og konum sem urðu eftir, byrjaði allt kirkjudæmið. Og hér erum við enn að tala um það sem þá gerðist. En það byrjaði reynda fyrr. Það byrjaði þegar Drottinn byrjaði að starfa á jörðinni, sem tók að 3 ár að fullgera, 3,5 ár að fullgera. Það byrjaði þetta þar. Þegar hann fór á krossinn, það var vegna þess að hann var búinn að gera allt. Þegar hann fer á krossinn. Þannig öll þessa trúargangan mín er vörðuð eftir þetta, vörðuð frá, allt til enda. Þess að ég sem manneskja er hólpin. En ég lifi ekki endalaust í þessu líkama, einhverju stað, þá kveð ég. Það er ekkert verið að tala um þennan líkama. Það er verið að tala um anda sem í mér er, sem er hinn raunveruleg ég. Drottinn segir það, hann mun sjá um líkamann. Og við veitum það, við fáum fæði og við fáum klæði og allt sem að líkamann þarf. Og við þurfum engar áhyggjur að hafa á honum. Þessin er hvatningin þessi, verður alltaf sama, göngum til liðs við Jesú. Og leifum honum að bera allar áhyggjur af okkur ef eitthvað áhyggjur eru. Leifum honum að vera vörnin okkar og verja, því hann gengur í farabroddi hvort sem er. Og hann tekur á sig skaflinn, því hann býður að taka á sig skaflinn. Þannig að ég, veiklundaður ég, á ekkert að þurfa að gera neitt nema bara sinna því sem trúi mín býður að sinna. Þannig við sjáum að fyrirstöðurnar sem eru, þær eru allar í mér sjálfum. Það er langt síðan ég sá þetta fyrir mig. Og það var mér mikill styrkur, eins og margt annað sem Drottinn hefur gefið mér opinberun. En hérna er þetta ekki ágætt í dag og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.